Ég átti þessa spurningu fyrir 4 árum. Ég byrjaði að rannsaka hana í kennslunum og hugleiðingunum. Ég hélt að mér hefði orðið þetta ljóst, en fyrir 2 mánuðum fór sonur minn aftur að spyrja mig líkamann, sálina og andan, og þá varð ég aftur ringluð. Þess vegna langar mig að spyrja. Við vitum að í eitt. Mósebók segir að þegar Drottinn skapaði manninn hafi hann myndað hann af mold jarðar og síðan blásið í hann og gefið honum hluta af anda sínum. Ég því með 2 spurningar. Sú fyrri úr Predikaranum 12:7, þar sem segir: Og moldin hverfi aftur til jarðarinnar eins og hún var, en andinn snúi aftur til Guðs sem gaf hann. Við höfum því þennan efnislega líkama og einnig hinn andlega líkama sem samastendur af sálinni og andanum. Og í sálinni býr persónuleikinn. Jæja, þetta svona. Andinn, það að segja andi manneskjunnar, gefinn af Guði. Guð sendir hann þegar getnaðurinn á sér stað og þroskaferlið hefst. Þá gefur Guð þessari vera anda. En í þessum anda sálin, samviskan og skynsemin, það hæfileikinn sem við höfum til að rökhugsa, taka ákvarðanir, gera hið góða eða hið illa. Þar einnig hið andlega hjarta. Allt þetta þar, hið andlega hjarta, þessi andlega hugsun, þessi andlega skynsemi og einnig hinn andlega sál. Því hinn líkamlega sál einnig lífverunar, það blóðið. Ef manneskja blæðir út, deyr hún. En þar einnig þessi líkamlega sál og andinn býr í líkamanum. Þetta það sem við köllum persónuleikan, sjálfa manneskjuna. Manneskjan hinn andlegi hluti mannsins. Það þetta sem persónan. Persónuleikinn deyr ekki. Manneskjan heldur áfram að lifa. Þegar þessi vera deyr, það aðeins efnislegi líkaminn sem deyr og verður eftir án lífsanda. En persónuleikinn andlegur og heldur áfram að lifa. Hann verður jafnvel meðvitaður það sem hefur gerst. Þar segir að hann fari til Guðs sem gaf hann. Og afsakið. Takk, systir. Það sem gerist að áður hélt ég að andinn færi til Guðs, eins og segir hér í Predikaranum, og að líkaminn færi aftur til jarðar, en að sálin væri sú sem djöfullinn berðist um. Síðan spurðum við annarra spurningar. Nei, þetta allt eitt og hið sama. Þessi andi fer allur í heild sinni, með öllu því sem hann felur í sér. Það eins og sömu manneskjuna sé að ræða sem hafi ekki dáið, heldur haldi áfram að lifa, en ekki lengur líkamlega, ekki lengur í hinu efnislega holdi, heldur andlega. Hún heldur áfram að muna allt, sér hlutina, man allt, heyrir, gerir sér grein fyrir öllu og fer til Guðs. Þar man hún allt sem hún gerði á jörðinni. Hún man eflaust eftir fólkinu sínu, man að hún yfirgaf þennan heim, þetta og hitt, og að hún nú hjá Guði og lifir hinu hamingjusama lífi. Takk fyrir og afsakið. Það síðasta að sonur minn og ég spurðum nokkra prestan þetta. Síðasti presturinn sem svaraði okkur sagði að andinn, það að segja allir andar, færi til Guðs, því við ættum öll eftir að koma fyrir dóminn. En hann sagði líka að anda þeirra sem væru útvaldir af Guði, þeirra sem hefðu verið hjá Guði á himnum. Væru þeir sem öðlust eilíft líf. En varðandi djöflana sem hefðu verið hér þegar Satan var varpað niður á jörðina, þá skildi ég hann þannig að þegar manneskja fæðist, þá fæðast sumir með anda Guðs, því þeir séu hinnir útvöldu, en aðrir fæðist þannig að illur andi komi inn í þá. Nei. Við höfum persónuleika. Við hugsum, tölum, tökum ákvarðanir, finnum til sársauka, gleði, hamingju, friðar, sorgar og beiskju og við grátum. Sá hluti andlegur og býr hér inn í holdi mínu. Þannig holdið eins og hús, heimili þessara persónu, þessara manneski sem heitir til dæmis María Pérez. María Pérez býr því í efnislegum líkama. Þegar þessi líkami deyr, því það hinn efnislegi líkami sem deyr, þá fer María Pérez í návist Guðs og Guð einn veit hvert hann mun senda hana. Ef hún gerði hið góða, segir hann, farðu þangað, ef hún gerði hið illa, segir hann, farðu þangað. María Pérez þá meðvituð allt. Hún man allt og hugsar allt. Eini munurinn sá að hún ekki lengur efni heldur andi. Hún svífur nú og gengur ekki lengur, heldur flýgur. Þetta persónuleikinn. Þetta það sem við erum. Við munum ekki missa meðvitund okkar eftir deyðan. Við verðum eins og við værum enn í efnislegum líkama. Þannig verðum við hjá Guði.
Það verður eins og við séum enn í líkama, nema líkaminn sem við munum hafa verður andlegur og þá munum við fljúga eins og englarnir.